sveitarstjóri og góðir gestir. Við erum öll hjartanlega velkomin til vorútskriftar Menntaskólans á Egilsstöðum, bæði þið sem hér í sal eruð í Valaskjá og þið sem fylgjast með útsendingunni fjarræntar. Í dag eru tímamót í lífi þessa hóps sem var að ganga í salinn, komið að því að fagna mikilvægum áfanga og framundan vegferð með nýjum áskorunum og spennandi ævintýrum. Í dag útskrifast fjölmennur hópur og það ánægjulegt að sjá að margir gestir hafa séð sér fært að fylgja þeim hér á þessum tímamótum. Ég heiti Eyrún og ég kynni dagskrána í dag og við ætlum að hefja á því að Árni Ólafsson skólameistari flytur ávarp. Þetta er svo auðvitað. Sveitarstjóri Múlaþings, Dagmar Stefánsdóttir, fyrrum skólameistari Helgi Ómar Bragason, ágætu útskriftarnemar, samstarfsfólk, aðstandendur og aðrir tilheyrendur. Við erum hjartanlega velkomin á útskriftarfagnað Menntaskólans á Egilsstöðum vorið 2025. Athöfnin streymt í 11. skiptið, en jákvæð viðbrögð horfenda hafa samþykkt okkur að halda þessu vinnulega áfram. Þrátt fyrir að COVID sé lokið, því að auðvitað komast hvorki allir aðstandendur né heldur fjarnema til að gleðast með okkur á þessum tímamótum. Víkjum fyrst að starfsmálamálum skólaársins. Sigríður Gunnarsdóttir var áður brautastjóri starfsbrautar í stað Maríönnu Jóhannsdóttir sem fætti sig í kennslu eftir árangur feril sem starfsbrautastjóri. Sigga, eins og hún gjarnan kölluð, hún lætur á störf í vor og hér með þakkuð velunni störf og skemmtileg kynni. Thelma Björk Sverrisdóttir tekur við stöðu starfsbrautastjóra frá næsta skólaári. Eyrún Arnardóttir, sem ég sittu við mér, tók við starfi áhengastjóra við ME eftir farsælan kennsluferil innan stofnunar. Sandra Björk Sverrisdóttir tók við í aflýsingu efnafræði og starffræði á skólaárinu. Hún lætur sömuleiðis að störfum og hér með þökkuð góð störf. Nanna Halldóra Ísland, náms- og starfsráðgjafi, fór í Ársleyfi og við náms- og starfsráðgjöf tók Ragnheiður Jaðar Rúnarsdóttir undir lok nóvember. Hún kveður stofnunina eftir skólaári og sömuleiðis þökkuð góð störf fyrir stofnunina. En snúum okkur nú að tilefni þessa fagnaðar í Hótel Valaskjá í dag. Í dag útskrifast sem sagt 57 nemendur frá Menntaskólanum á Egilsstöðum, en 45 þeirra eru hér við athöfnina í dag. Kynjahlutfallið 22 karlmaður og 22 karlar og 35 konur, svo ég tala nú bara á gamla nótan. Þannig að konurnar eru fjölmennir hérna, skemmtilegt. 19 nemendur útskrifast af félagsgreinabraut, 22 útskrifast af opinni braut, 5 útskrifast af listnámsbraut, 6 af náttúrufræðibraut, 4 útskrifast af starfsbraut og 1 útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs. Varðandi heimilisrekstur þessara nema, þá koma 20 þeirra frá Egilsstöðum, 1 úr Hjaltastaðaþinghá, 1 úr Fellum og 1 úr Tunguri. 4 nemendur koma frá Seyðisfirði, 4 eru frá Reyðarfirði og 3 frá Eskifirði, 1 kemur frá Neskaupstað, 2 frá Fáskrúðsfirði, 2 frá Stöðvarfirði, 4 frá Djúpavogi og 1 úr Berufirði. Hinum megin á landinu koma 6 nemendur úr Reykjavík, 1 af Seltjarnarnesi, 3 úr Garðabæ, 1 úr Reykjanesbæ, 1 frá Akranesi og 1 frá Hvammstanga. Þannig að menn eru aldrei streiðir Við byrjun skólaársins voru 195 dagskólanemar skráð til náms og fækkaði þeim ca. 10 frá árinu áður og þar af bættust við 65 nýnemar. Rúmlega 80 nemendur kom inn á heimavist og nemendur eru oftar orðnir 2 og 3 saman á herbergjum og þessi aukning speglast náttúrulega í mun meira og líflegra heimavistarlífi heldur en áður var þegar færri var á vist. Fyrsti skóladagur hóf haustanar. Árið 3. skipti helgaður móttöku nýnema þar sem áherslan var lögð á að koma þeim sem fyrstir í kerfi skólans og námsvið þannig að þeir myndu spjara sig fljótt og vel. Þau tóku síðan góðan göngutúrum í þéttbýli sem endaði í kapúi og kleinum og skólalóðum. Nýnema Ísland gegn einnig óskum og ég vil nota þetta tækifæri til að hrósa nemendafélagi skólans fyrir að festa í sessi nýja og manneskjulegri hefðir fyrir þann mikilvæga atburð sem móttaka nýra nemenda er. Engin drulla sinni eða teipa með við símastöra, það er löngu liðið. Það er svo það sé sagt. Nú hefst nú að því að flekta þetta menntunar sem inn í kennslu áþreifanir áfanga og í rauninni inn í skólastarfið allt. Þannig að þeir eru meira sýnilegir og áþreifanlegir. Þessi vinna hefur jafnframt tengst einhvernum skólans sem eru gleði, jafnrétti og virðing.
Virðingar, jafnréttis og gleðivíkur eru nú fastur liðir inn í skóladagatalið, þannig bryddaður upp á alls konar fróðleik, samveru og þemavinnu undir hatti þessarar einkunnarorða. Til þess meðal annars að hrista nemendur betur saman og bæta þannig skólafræði. Vegferð okkar í ME með spannar- og verkefnatímakerfi sem námsskipulag miðar meðal annars að því að minnka áherslu á kennslu kennara í kennslutímum og auka áherslu og skuldbindingu á nám nemenda. Þar horft til þess að auka ábyrgð þeirra í námi og þar með að stuðla meiri áhuga. Í eignum vissulega á hverju sem stuðlar að betri opnari augum, breiðum ljósum kvektum og þar með betri árangri. Það klart. Með nýju námsumstjórnarkerfi Canvas hafa möguleikar á fjölbreyttum verkefnaskilum aukist til muna og einnig öll endurgjöf voru mjög auðveldari. En skjót endurgjöf kennara til nemenda í kjölfar verkefnaskila í einn af hornsteinum leiðsagnarnáms. Tilkoma gervigreindar vaxandi heilagt í skólastarfi í dag og umgengni hana og hagnýting verður viðfangsefni næsta skólaþróunarverkefnis okkar. Þar þarf að hafa í huga að hún ennþá langt frá því að vera fullkomið staðgengill mannlegrar nærveru og greindar. Gervigreindina ber að nýta hins vegar sem öflugt vinnutæki sem þarf að stjórna og stýra við hvert fótmál. Einnig nauðsynlegt að fylgja viðmiðum og reglum persónuvernd og öryggi og svo hvernig fara mjög gögn í þessu sambandi. Ég sendi til gamans áherslu með kollega mínum innan skólans gervigreind. Ég sendi hún skrifaða grein í vor þar sem fullyrt var að gervigreind myndi ryðja til dæmis stétt eins og kennurum úr starfi og gera það úrreifslega og fyrir en seinna jafnvel. Og hann sendi mér hægt svar frá ChatGPT, segjum við það ekki, þar sem þverjum sín kom á hlutverk kennara þessari nýju verð. Meðal annars kom hann með svona peppræði sem var til, sem var einhvern veginn á þetta leið. Kæru félagar, kennarar, foreldrar og framtíðarmenn, nemendur, við stöndum á tímamótum. Ekki bara í menntun, heldur í því hvernig við sem samfélag skilgreinum hvaða þýðir að læra, að kenna og hvaða þýðir að vaxa. Við höfum áður gengið í gegnum tæknibyltingar. Við fengum vaxareiknin, við fengum tölvuna, netið, snjalltækin og ekkert af þessu leysti kennarinn á hópi. Þvert á móti þessi tæki stækkuðu möguleikana. En nú stöndum við fram fyrir tæki sem getur ekki bara stuttu kennslu, heldur einnig framkvæmd kennslu. Við einhverju tilvægum jafnvel betur en við sjálf. Það er óþægileg tilhugsun. En við megum ekki bregðast við með ótta. Við verðum að bregðast við með hugrekki og ábyrgð. Gervigreind í skólastarfi getur fært okkur nákvæmlega leiðsögn, jöfnuð í aðgengi, betri aðlögun með nemendum og betri nýtingu á tíma kennara. Hún getur líka fært okkur hættur ef við gleymum að spyrja. Hver ræður því hvað hún kennir? Hver sem mann gleymir í manneskjunni. Við viljum auðvitað ekki skólakerfi þar sem börnin tala bara við skjá. Við viljum skóla þar sem börn læra gegnum samtal, samhygð og siðvit. En líka með hjá tækni sem er að sníða námið á þeirra eigin þörf. Og við viljum ekki fækkun kennara af nauð, heldur umbreytingu starfsins, af virðingu. Við viljum kennara sem ekki endilega fastir í prófapunktum og töflureiknum, heldur lausir til að hlusta, styðja og leiða nemendur. Og þess vegna segi ég innleiðu gervigreind. En gerum það með íslensku hjarta í opnu samtali við siðferðilegum ramma, ekki til að losna við fólk, heldur til að styrkja fólk. Ekki til að afnema kennarann, heldur til að frelsa hann til að gera það sem skiptir máli. Framtíðin kallar, við getum við fyrst, ekki að því elskum nýjungar, heldur að því elskum nemendur okkar. Svo voru þau orð, ég var nú alveg orðlaus við þessu, þannig að ég sendi mig ekki annað bréf en það kennar að missa sig. En að öðru. Menntaskóla Egilsstöðum. Hann hlaut 4. sæti sem stofnun ársins 24 eftir 2 gull og síðan brons síðustu árin í hópi ríkisstarfsstofnana með 40–89 starfsmenn. Slíkar niðurstöður eru alltaf ánægjulegar og endurspegla góðan starfsanda innan dyra. Þessi niðurstöður enn fremur í takti við niðurstöður kannana varðandi nám og kennslu sem lýsa ánægju með gott námskipulag og gæði skólastarfsins. Og eins hávær umræða, gott viðmót og mikla og góða vinnu í kringum nemendur okkar. Þessi jákvæðastraumar eru sannarlega til þess fallin að efla okkur í starfi með það markmið að gera góðan skóla enn betri. En hvernig gengur þetta námskipulag okkar í ME með þessari líklu áherslu á nám nemenda? Það er auðvitað seginsaga allskyns námskipulag virkar vel fyrir góða og vinnusama nemendur. En að samaskapi hjálpar góð námskipulag ekki áhugalausum og óvirkum nemendum. Gegnum 14 ári í spannakerfi þá hafa vissulega orðið breytingar til batnaðar síðustu ár hjá nemendum varðandi nýtingu í verkefnatímum, þar sem kennarar veita aðstoð við heimanám á skólatíma. Og nemendum með gott vinnulag og góða nýtingu í verkefnatímum eiga þarna tiltölulega auðvelt að klára sín vinnudag í skólanum.
En það að taka ábyrgð á eigin námi og námsgengi ekki alltaf bein braut og veldur þá hver á heldur. Þarna eru mikill einstaklingsmunur á. Því auðvitað koma nemendur inn í skólann með mismunandi áhuga, þroska og bakgrunn. Sumum veitist létt að tileinka sér breytt vinnubrögð og þrífast vel í verkefnatímum, en fyrir marga nemendur er þessi eignun á eigin námi og eigin örlögum í náminu varla komin á við lok framhaldsskólans. En kennarar og aðrir starfsmenn skólans, þeir eru vel í stakk búnir til að sinna jafnt dagskóla og fjarnemum og það er gegnumgangandi mikil ánægja með fjarnámsskólans frá hendi þjónustuþeganna. Menntaskólans á Egilsstöðum hefur gjörbreyst í laginu. Síðasta áratuginn þar sem dagskólanemum fækkaði tæknilega 100 nemendur milli áranna 2016 til ára 2016-21 og í dag erum við sem að jafnaði með svona 200 dagskólanemum. En þessari fækkun var mætt með aukinni sókn á fjarnámsmarkaðinn og menntaskólinn skilar enn í dag af sér 310 ársnemum eins og var með mun fleiri dagskólanemum. Þannig að vægi fjarnema á móti dagskólanema, það hefur náttúrulega gjörbreyst. Spannakerfi og mjög góð þjónusta kennara á kennslulegu skólans hefur eins og áður skilað menntaskólanum þessu mikla fjölda fjarnema síðustu ári. Til dæmis á síðustu haustönn þá stunduðu 400 fjarnemar nám í sömu áfengum og 190 dagskólanemar sem segir og sitt mikilvægi fjarnáms fyrir skólan, bæði varðandi rekstur og námsframboð. Á vorin þá fækkaði dagskólanemum niður í 170, meðal annars vegna jólaútskrifta og annarra, en fjarnemum fjölgaði þá vel á 1500 eða sama tíma. Þannig að við búum raunveru við það að geta nota fjarnám sem nokkuð konar sveiflujöfnun þegar dagskólahópar þynnast og haldi þannig við í kennarahópi. En það er auðvitað fjöldi dagskólanema í menntaskólanum á hverjum tíma og virkni þeirra frá því í dag sem ræður mest gang skólastarfsins og hvernig skólabragurinn hverju sinni. Rauði þráðurinn í gegnum vel heppnað skólastarf að mínu mati að skila af sér bjartsýnu og dugglegu og kraftmiklu fólki sem hefur alla burði til að láta gott af sér leiða til framtíðar. Því er það mikilvægt að nemendur mæti gott viðmót allra starfsmanna skólans. Já, mikilvægt er það að setja skýr viðmið til hvers ætlastæðin sem nemendum í framhaldsskóla. Það er nokkuð kúnst að ýta nemendum mjúklega áfram en þó innan þeirra ramma sem skólinn setur, þannig að þessi fæsti gangi í hringi eða falli jafnvel af hjólinu á skólagöngunni. En að öðru. Íþróttalíf skólans er sem áður fyrr með miklu blóma og meðal annars eru starfræktar íþróttaakademíur tengdar skólanum í körfubolta, knattspyrnu og fimleikum og gera aðra betur. Keppnismönnum úr hópi nemenda er jafnvel mætt með skilningi til að láta stífa dagskrá þeirra ganga upp. Starfsmenn skólans eru meðvitaðir það virðisauka sem lýst af því að setja sér markmið og keyra stífa dagskrá til að ná þeim. Og þetta var aldrei ekki bara við afreksíþróttamenn skólans, þetta eru margir afreksmenn í námi við skólan á hverjum einsta tíma sem smitaði út frá sér til annarra nemenda með dugnaði sínum og iðusinni. Nemendafélag skólans stóð vaktina miklum sóma þetta skólaárið og hélt upp því firnakraftmiklu félagslífi. Fyrst má nefna nýnemamóttöku og nýnemaball á Iðavöllum í byrjun skólaárs sem tókst ágætum. Tónlistarklúbbur skólans gerðu eftirminnilega tónleika í Valaskjálf í október þar sem meðal annars söngvarar hópi starfsmanna tróðu frábært framtak þar á ferðinni. Og það er síðustu 3 árin, bara svo að menn viti það, þá blása allir nemendur sig í edrúinn á börnum skólans og þetta er eitthvað sem kemur til með að vera, mikið ánægjuefni fyrir mig sem skólameistara þessi tilhögun sem komið á og það er mjög mikilvægt að halda þessu vinnulagi áfram og kennaramenn að skemmta sér án vímuefna eins lengi og stættir. Og það er stóðið frávíkshegðun að vera ekki edrú á balli. Sem fyrir 30 árum þá taldist það ekki mögulega frávíkshegðun. Þannig að það hefur mjög mikið breyst í þessu máli. Sannarlega. Nú ástandi skólans, hún var haldin með miklu myndabragi í Valaskjálf föstudaginn 7. des, mikil metnað var að við skreytingu þessa salar og tugir nemendar komu að því að flikka upp salinn, það var skikla borðhaldi og sjáum að allt gengi upp. Borðhald og skemmtum var síðan på 4 klukkustundir, takk fyrir, og gera aðri betur. Og auðvitað ball á eftir. Einnig hefur nefndafélagið staðið vaktinn með miðvikudagsuppákomið í sali skólans og síðan skipulagningu kvöldíþróttatíma. Það var gert upp vetrarhópur skólans í stífar æfingar í haust og eftir áramót þá komust þau í 8. úrslit og þar með í sjónvarpið í keppni. Einnig voru frískeppnir framhaldsskólanna með skólan sem þáttakanda haldnar eftir áramótin í tilefni stemmingu og æfingar fyrir okkar rafíþróttamenn.
Miðjan febrúar var barnaleikritið Gosi, eða söngleikritið Gosi kannski, frumsýnt á Laugardalsvelli í Sláturhúsinu. Ákaflega skemmtileg uppsetning í leikstjórn Andreu Katrínar Guðmundsdóttir. Húsviti var á öllum sýningum og komast færri að hann vildu. Og söngkeppni skólans síðan Barkinn, hún var haldin í mars, strax á eftir leiklistartöfninni. Svona sem dæmi vinnu tímana þarna, þá vorum við cirka 30 nemendur sem voru frá 5 til 9, alla virkadaga og helgar líka, frá svona 10. janúar til 20. febrúar og síðan tók margir af þeim voru í tónlistinni og síðan tók Barkinn við strax þar á eftir. Þannig að mér finnst það eiginlega merkilegt hvað menn eru réttir í baki eftir þetta saman. En annars gekk vel með Barkan, Ína Berglind Guðmundsdóttir, hún vann þá keppni, tók þátt fyrir okkar hönd með frumsamið lag í söngvakeppni framhaldsskóla Ólympíuleikar Austurlands, þeir voru endurvaktir og miklu góðir stegi núna rétt fyrir páska hér á Egilsstöðum þar sem mennskenningar öttu kappi við nemendur Vaffa og FAS. Lokaslút nefndafélagsins var síðan haldin í Veggarði núna í byrjun maí með grillpartí, leiki og dansleik og síðan bara var lokapunkturinn sleginn núna á síðasta miðvikudag þar sem TME hélt sína 3. tónleika á þessu sviði og þar sem ég taldi þegar við voru að klappa fyrir þátttakendum, þá taldi ég 17 manns inn á sviðinu sem tók það. Þannig að það fyllti sviðið þeir sem voru aktífir og virkir performerar á þessari hátíð. Þannig að það er aldrei dauður tími í félagsstörfum nemenda. Og þetta segi ekki til þess að draga úr skólastarfinu sem er mjög gott, heldur bara að minna á það hvað ofboðslega virðisaukin felst í þessum hlutum líka. Fyrir hönd skólans þá vil ég þakka öllum forsvarsmönnum nemendafélags og klubbum fyrir mjög vel unnin störf þessum aðeins skólaárs og að nemendum að sjálfsögðu fyrir góða þáttum við vitur sem við góðið hafa verið. Góða stundir. Eins og Árni fór yfir áðan að það útskrifast í dag 57 nemendur af 6 brautum. Það útskrifast 19 af 40 braut, 5 af listnámsbraut, 6 af náttúrufræðibraut, 22 af opinbraut, 4 af starfsbraut og 1 með viðbótarnám til stúdentsprófs. Ég vil byrja á því núna að fara yfir nöfn þeirra 14 nemenda sem ekki viðstödd í dag en ná vonandi að fylgjast með útsendingunni. Það eru Anna Dóra Ármannsdóttir sem útskrifast á opinbraut, Arndís María Ólafsdóttir, hún útskrifast á opinbraut, Arnór Gauti Árnason, útskrifast á opinbraut, Daniel Karlsson, útskrifast á opinbraut, Guðmundur Þór Grímsson, útskrifast á opinbraut, Hanna Greta Jónsdóttir, útskrifast á opinbraut, Hanna Lísa Rafnsdóttir, útskrifast á opinbraut, Hilmir Mikaelsson, útskrifast á opinbraut, Inga Viktoría Stefánsdóttir, útskrifast á félagsgreinabraut, Steinar Dúi Jónsson, útskrifast á opinbraut, Steingrímur Magnús Steingrímsson, útskrifast á opinbraut, Sveinbjörn Fróði Magnússon, útskrifast á opinbraut, útskrifast á opinbraut og Þórunn Hekla Sævarsdóttir, útskrifast einnig á opinbraut. Mér langar að við gefum öllum gott klapp. Þá er röðin komin af þeim 43 sem í salnum í dag. Ég vil biðja gesti í salnum að bíða með að klappa þar til allir hafa fengið skírteinin sín og sett upp húfuna. Gestir sem fylgjast með útsendingunni geta hins vegar sjálfsögðu klappað og húrrað og gert allt sem þeir vilja heima hjá sér. Það er sjálfsagt. Og þið eru tilbúin. Allir eru tilbúin. Frábært. Þið eru tilbúin. Fyrst kemur upp Alda Kristín Aðalbjörnsdóttir Áin. Hún útskrifast á opinbraut. Andrés Ívar Lindsson, útskrifast á opinbraut. Muna myndamómentir. Atlas Helgi Makasardi Tómasson, útskrifast á starfsbraut.
Áslaug María Þórðardóttir, útskrifast úr náttúrufræðibraut. Ásta Jóna Þórarinsdóttir, útskrifast úr félagsgreinabraut. Birgitta Dröfn Jóhannsdóttir, útskrifast af listnámsbraut. Ég vil biðja Birgitta um að hinkra rauði á sviðinu. Þegar Birgitta Dröfn er einnig dúk skólans vorið 2025 og viljum við nú nota tækifærið og færa henni viðurkenningu fyrir góða námsárangur. Birgitta hlýtur að gjöf bókina Sjá samfélagið eftir Viðar Halldórsson, en bókin er lýst sem upplýsandi greiningum á nútímasamfélaginu og þróun þess. En þar er beitt félagsfræðilegu innsæi á fjölda ljósmynda úr hversdagslífi vestrænna samfélaga. Við óskum Birgittu innilega til hamingju með þennan góða árangur. Björgvin Sigurjónsson, útskrifast af félagsgreinabraut. Krista Björg Andrésdóttir, útskrifast af félagsgreinabraut. Daniel Viðbröð Baldursson, útskrifast af opinni braut. Diljá Rögn Erlingsdóttir, útskrifast af náttúrufræðibraut. Sól Stefánsson, útskrifast af náttúrufræðibraut. Erna Júlía Magnúsdóttir, útskrifast af starfsbraut. Björk Brynjarsdóttir, útskrifast af félagsgreinabraut. Eyþór Bergmann Ingibergsson, útskrifast af starfsbraut. Magnússon, útskrifast af náttúrufræðibraut. Eyþór Breki Sigursson,
Jóhannsdóttir útskrifast af félagsgreinabraut. Guðrún Elín Ævarsdóttir útskrifast af félagsgreinabraut. Gyða Árnadóttir útskrifast af listnámsbraut. Hanna Dís Björgólfsdóttir útskrifast af félagsgreinabraut. Haraldur Sigurjónsson útskrifast af félagsgreinabraut. Hjördís María Sigurðardóttir útskrifast af opinni braut. Inga Maríanna Sigora útskrifast af félagsgreinabraut. Íris Ósk Sindradóttir útskrifast af félagsgreinabraut. Jakob Peta útskrifast af opinni braut. Jóhanna M. Ósk Theodórsdóttir útskrifast af félagsgreinabraut. Jónatan Sævar Sigurbjarnason útskrifast af náttúrufræðibraut. Margrét Helga Einarsdóttir útskrifast með viðbótarnámi stúdentsprófs. Matthildur Klausen útskrifast af opinni braut. Natalía S. Björnsdóttir útskrifast af félagsgreinabraut.
Ósk Jóhannsdóttir útskrifast af listnámsbraut. Sigrún Ólafsdóttir útskrifast af listnámsbraut. Sonja Ósk Halldórsdóttir útskrifast af Óperubraut. Stefania Katrín Sveinsdóttir útskrifast af Starfsbraut. Tómas Andri Valdimarsson útskrifast af Náttúrufræðibraut. Jæja, nú er svo komið að því. Nýstúdentar mega standa upp. Þið ætti að lyfta stúdentshúfunni hátt í loft og setja henni svo á kollinn og við ætlum að gefa öllum virkilega gott klapp. Sérðu svo vel. Þið megið setja. En ég ætla að segja svo smá. Kæru nýstúdentar, hjartanlega til hamingju með þessa vörðu í lífinu. Vonandi er það aðeins eina mörgum og ég veit að þetta er aðeins eina mörgum því þeir eru algjörlega frábært sem heitt. Í umstöðu sem við fengum með skírteinum ykkar er að finna litla gjöf frá skólanum sem þakklætisvott fyrir samveruna. Það er áleitra nafn, útskriftarár og merki skólan sem var búið til tæknismiðið ME. Góðar minningar frá degi eins og þessum gefa lífinu gildi síðar á lífsleiðinni þegar horftir við farin vel. Við í menntaskólanum, við höfum verið svo heppin að við höfum haft mjög virkt tónlistarfélag og virkilega hæfileikaríka og skapandi nemendur. Meðal nýstúdentana er einmitt tónlistarfólk sem ætlar og fleiri listamenn en tónlistarfólkið ætlar að sjá tónlistarflutningu athöfn í dag. Þeir sem að munu flytja hér lög eru Sesselja Ósk Jóhannsdóttir, Ríkey Elísdóttir, Gyða Árnadóttir og Benedikt Árni Pálsson. Og það er einmitt komið af fyrsta tónlistaratriði dagsins. Sesselja Ósk og Benedikt Árni ætla að flytja fyrir okkur lagið Dýrð í dauðaþögn. Gjörðu svo vel.
En næst ávarp nýstúdent. Að þessu sinni þá flytur ávarpið Ríkey Eiríksdóttir, formaður Nemendafélags Menntaskólans á Egilsstöðum. Gjörðu svo vel, Ríkey. Flyt í útskriftarræðina ef hann útskrifast. Þar sem ég var svo heppin og var kosin í formannshlutverki síðasta vor, vissi ég að þessi ræða fylgdi starfinu. Þegar Árni bað mig að flytja ræðina í ár, sagði ég auðvitað já, án þess að fatta hvað þetta væri mikil ábyrgð. Að tala fyrir heilan árgang, það ekki hægt. En ég reyndi besta að setja saman texta sem lýsir árum okkar í ME. Við höfum öll eflaust átt mjög mismunandi stundir í menntaskólanum, en það eru sumir hlutir sem koma fyrir flesta ef ekki alla í ME. Að sofa yfir sig í fyrsta tíma og fá fjarvist fyrir tíma sem hún varst í, missa nafnakalli í verkefnatíma eða sjá að maður er skráður í 8 íþróttir. En svo er líka hellinga jákvæðum hlutum, eins og að standast próf sem maður náði ekki alveg að læra fyrir, eða að læra pullunum í vinnutíma en fá mætingu fyrir tíma sem hún varst ekki í, eða að lenda gott spjall við kennara í verkefnatíma. Svo höfum við auðvitað öll mætt Árna í einu af sínum endalausu verkefnum sem hann tekur á sig. Eins og að fara út með ruslið, eða hjálpa ykkur að skipta herbergi á vistinni, eða kósveittur snemma á morgun að skipta út öllum stólunum í skólanum því að hann fekk svo góðan díl. Ekki má gleymast að minnast á það hvað Eyrún hefur verið þolinmóð á meðan við komum öll til hennar að breyta stundatöflunum okkar, sum oftar en aðrir. Svo höfum við öll kynnst hvort öðrum og átt margar góðar stundir saman. Öll böllin, viðburðarnir og öll kvöldin sem var hangsaðar í hátíðasal. Ég hef kynnst mörgum af mínum nánustu vinum gegnum skólann og félum hans, eins og TMI að halda tónleika og æfa saman, LMI allt frá pröfunum í að fá handritið og loks að setja upp sýningu saman og allir ME-boltarnir. Vá hvað ég er þakklát fyrir þessi árangur í ME
Það verður seint gleymt og sárt saknað. Nú þegar við útskrifumst erum við því miður ekki að fara að fá að sjá hvort annað á hverjum degi, heldur förum við öll að gera eitthvað misjafnt. Sumir ætla að fara beint í háskóla, aðrir fara að vinna og sumir viti ekki alveg hvað það ætla að gera. En það kemur og liggur ekkert á. Ég var að tala við vinkonum minni daginn það að jafnvel þó að það hafi verið erfiðir tímar inn á milli, ef maður endar á góðri nótu þá á maður til með að gleyma svolítið hvað gat verið erfitt eða leiðinlegt á stundum. Svo við skulum öll í sameiningu reyna að enda þetta á góðum nótum og njóta dagsins í botn. Að lokum vil ég þakka öllu starfsfólki í Menntaskólanum fyrir hönd útskriftarhópsins. Takk fyrir allt. Það kom að næsta tónlistaratri og núna ætlar hún Gyða Árnadóttir að flytja fyrir okkur lagið Nowadays úr Söngleikhúsi Chicago og það er skemmtilegt að segja frá því að lokaverkefni Gyðu í ME var að setja upp söngleikatónleika þar sem hún tók einmitt þetta lag ásamt fleiri perlum. Gjörðu svo vel, Gyða. Hæ. Heyrstu hana? Geggjað. It's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it nowadays? There's a man everywhere, jazz, everywhere, booze, everywhere, life, everywhere, joy, everywhere. Nowadays, you can like the life you're living. You can live the life you like. You can't even marry Harry, but mess around with Ike, and that's good. Isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it? But nothing stays. In 50 years or so, it's gonna change, you know. But oh, it's heaven nowadays. It's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun? Isn't it nowadays? There's a man everywhere, jazz.
There's everywhere booze, everywhere life, everywhere joy, everywhere. Nowadays, you can't like the life you're living. You can't live the life you like. You can't even marry Harry, but mess around with Ike, and that's good. Isn't it grand? Isn't it great? Isn't it fun? Isn't it? But nothing stays. In 50 years or so, it's gonna change, you know. But oh, it's heaven nowadays. Takk fyrir það frábæra flutningi. Það er hefð að starfsmaður ávarpi gesti útskrift og á þessu sinni vill svo skemmtilega til að starfsmaður einnig hluti foreldris hér í starfi samverðu. Ég vil biðja hana Elínu Rán Björnsdóttur að koma hér upp og flytja ávarp fyrir hönd starfsmanna Menntaskólans. Skriftarstjóri, fyrrverandi skólameistari, útskriftarnemar, samstarfsfólk og aðrir gestir. Til hamingju með daginn, krakkar. Í dag stöndum við hér saman á mikilvægum tímamótum. Þið, kæru útskriftarnemar, eruð að ljúka kafla í lífi ykkar. Kafla sem hefur verið bæði krefjandi og gefandi og vonandi pínu skemmtilegur líka. Þið hafið lært mikið, ekki bara stærðfræði, sögu og íslensku, heldur líka ykkur sjálf, samskipti, ábyrgð og það að halda alltaf áfram þegar hlutirnir verða erfiðir. Ég vona að þegar þið hugsið tilbaka, hugsið þið með hlýhug til ME. Eins og starfsfólk ME hugsað með hlýhug til ykkar. Höldum á lofti ME hjartanu. Verið duglega að fylgjast með skólanum á miðlum og rifjuðu góða tíma þegar þið hittist á förnum vegi. Þið eigið hrós skilið og þakklæti, ekki bara fyrir að hafa lokið námi, heldur fyrir að hafa staðið ykkur með kjarki og þrautseigju. Heimurinn sem bíður ykkar er bæði stór og óútreiknanlegur. Hann er líka fullur af tækifærum, en nú er það ykkar að velja hvert í stefni næst. Hvað sem það verður, háskóli, vinna, ferðalög eða eitthvað allt annað, þá hafið þið fengið verkfærin til þess að halda áfram að læra, vaksa og leggja ykkur á mörkum til samfélagsins. Munið að það er ekki alltaf bein lína að markmiði. Það er í lagi að skipta skoðun, prófa nýjar leiðir og misstíga sig. Það er þannig sem við lærum og þroskumst. Og munið líka að árangur mælist ekki alltaf bara í gráðum og launum, heldur í því hvernig við komum fram við hvort annað. Hvað við gefum af okkur og hvernig við lifum í samræmi við eigin gildi. Að lokum vil ég þakka ykkur fyrir gleðina og litin sem þið hafið fært skólasamfélaginu okkar. Og til að rifja aðeins upp, þá setti ég saman smá upprifjun í myndum af tíma ykkar hér í ME síðustu 3 ár og þakka ykkur alveg kærlega fyrir samfélgina.
Takk kærlega fyrir þessi skemmtilegu sýningu, Elína. Ég vona að allir hafi notið jafn mikið á við. Það voru margar góðar minningar hérna uppi á skjánum. Nú er komið að síðasta tónlistarátriði dagsins. Þau Ríkey og Benedikt Árni ætla að flytja fyrir okkur lagið Slipping Through My Fingers. Það fyrir endur að koma til Without
Do I need to see what's in your mind each time I think I'm close to knowing? She keeps worrying, slipping through my fingers all the time. Sleep in our eyes, hurrying at the breakfast table, barely awake, I let precious time go by. I know she's gone, there's that old melancholy feeling, the sense of guilt I can't deny. What happened to was wonderful, but no chance. The places I planned for us to go. Some of that we did, but most we didn't. And why, I just don't know. Slipping through my fingers all the time, I try to catch a memory. The feeling, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in your mind each time I think I'm close to knowing? She keeps on going, slipping through my fingers all the time. Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from with any tricks of time, slipping through my fingers. School bag in hand, she leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. Þakka ykkur kærlega fyrir, Ríkey og Benedikt. En þá er komið að síðasta liða dagskránni í dag. Og það eru lokaorð frá skólameistara sem að slítur athöfninni. Gjörðu svo vel, Árni. Jæja. Nú ætla ég að tala við til ykkar í stúdentakóður. Það er okkur starfsfólki í Menntaskólans tregarlöndin ánægja að sjá eftir ykkur til skólanum. Það sem þið hefði skilað góðu starfi undanfarin ár og mótast á allan hátt. Stúdentsprófa er fyrir flesta lykill áframhaldandi námi hér heima eða erlendis. En það er hollt jafnvel að taka stöðuna eftir áfanga sem þennan, blása mæðinni í einhver tíma og setja síðan nýjan kúrs í átt að nýjum markmiðum, hvort sem það er í námi á nýjum slóðum eða út í atvinnulífinu. Það krefst hugrekkis að setja sér erfið og krefjandi markmið og þá er mikilvægt að vera hreinskilinn og heiðarlegur við sjálfan sig, hlusta á sína innri rödd og þekkja sín takmörk. Ykkar mikilvægasta nesti er og verður alltaf mikil iðjusemi, gott vinnulag, gott hjartalag og óbyrjandi vilji til að reyka. Samt er nefndið og bæði takk ykkur í hendur. Ég hef svona pínlítið meir, þó þess að ég geti 20. skipti þetta. En þið skuluð tala vel til ykkar sjálfra og eigna ykkur óhugga það sem þið leysið yfir hendi og ekki síður ykkur mikilvægt að eigna ykkur þau mistök sem þið eftir að gera og læra þeim. Lífið hendir jú ykkur alls konar áskoranir og við dettum öll á rassinn hans læð í þeirri glímu. Ykkar vegferð mun hins vegar mótast að því hvernig þið höndlið mótlætið, hvernig þið kennið og hvaða lærdóm þið takið með ykkur áfram veginn. Og svo að loka þetta. Ég bendi öllu viðstöddum og einnig þeim sem á okkur horfa að skoða lokaverkefni nemenda, útskriftarnemanna sem eru öllum opinna heimasíðu skólans, me.is.
Þar kennir svo sannarlega ýmissa grasa og öll þessi lokaverkefni opinbera fjölbreytta hæfileika þessa ágæta hóps. Ég vil lokum þakka bæði starfsmönnum og öðrum hlutaðeigandi sem komu að því að gera þessa athöfn hér í Valaskáp að veruleika. Myndataka nýstúdenta, hún verður hér út í innganginn að Þingmúla strax eftir athöfnina og nýstúdentar mun því ganga fyrstur út á eftir mér. Ég bið aðstandendur að bíða síðan aðeins með myndaskot þar til okkar ljósmyndari hefur lokið sínu starfi. Ykkur annars öllum boðið upp á veitingar hér í hliðarsölum og ég hvet viðstadda til að hinkra við, fá sér hressingu með ljósmyndari skólans tekur myndir hér vestan við húsið. Við þökkum annars öllum þeir sem hlýttu á og endurtökum innilegar hamingjóskir til ykkar allra. Jæja, nú skulum við standa upp, góðir gestir. Við skulum opna dagskrána og við syngjum öll saman Ísland verður skorið eftir Eggert Ólafsson og ég vil fá Árna Friðriksson, stórsöngvara og kennara á Menntaskóla Egilsstöðum hér á svið til að leiða sönginn. Og síðan á ég bara eftir að segja 40. og 7. starfsár Menntaskólans á Egilsstöðum hér til sliti.